fjárfestar, þeir hafa hreinlega safnað jörðum, sumir hafa keypt félög og fyrirtæki allt upp í 10 jarða og einkaaðilar margir vilja eiga jarðir svona sem tómstunda eign, eru þarna á sumrin og byggja sér kannski hús og yfka þá einhver tómstunda gaman og líka sem fjárfestingu, algengt til dæmis sem leita að jörðum fyrir hestana sína, mjög algengt, þannig eftirspurnin er gríðarleg, hún er alveg gríðarleg og þess vegna hefur verið að hækka, það hefur margfaldast á síðustu árum. Fjórðungur allra jarða í Vopnafirði komin í eigu fjárfestis í Lúxemborg, heimamenn kalla eftir umræðum að takmarka fjöldakaup. Fjárfestir, búsettur í Lúxemborg og aðilar honum tengdir, hafa á fáum árum eignast fjórðung allra jarða í Vopnafirði. Einn helsti kúabóndi sveitarinnar vill að stjórnvöld setji lög eða reglur sem takmarki fjöldakaup á jörðum. Kristján Már Unnarsson. Hafa einhver talið að það væru bara jarðir nálægt þéttbýlinu á suðvesturhorni landsins sem verða að rjúka upp í verði, þá er það misskilningur. Hér hinum megin á landinu, á norðausturhorninu, í Vopnafirði, hefur það sama verið að gerast. Af liðlega 60 jörðum í Vopnafirði hefur Jóhannes Kristinsson í Luxemborg og félög sem hann tengist eignast 15 jarðir, sumar að hluta, allt jarðir með laxveiðihlunendum í Hofsá, Selá og Vestalsá. Verð er búið að margfaldast núna örfáum árum. Ég er ekki að tala um tvöfaldast, þrefaldast, heldur tífaldast, 20-faldast. Björn sem er einn helsti mjólkurframleiðandi sveitarinnar óttast afleiðingarnar. Þeir sem vilja stundan landbúnað hafi ekki lengur efni á jarðakaupum. Það er verulega áhyggjur af því hvernig landbúnaðurinn kemur til með að þróast, því að ég allavega persónulega hef áhyggjur af því ef þróunin verður svo að matvælaframleiðsla dregst verulega saman hér á landi. Hann vill að ráðamenn horfi til nágrannalanda. Það er alls staðar einhver takmörk og ég sé enga ástæðu til þess að það eigi að vera að ríkja algjör frumskógalögmál í þessu hér frekar en í öðrum löndum. Mér finnst að menn verði að fara ofan í þetta og skoða þetta og reyna að finna einhverja lausn sem er svona ásættanleg fyrir sem flesta. Og nefnir dæmi. Í Noregi þar er bannað að selja kvóta af jörðum, framleiðslukvóta, og þetta setur ákveðna skorður. Í Danmörku mega menn ekki eiga eða slá saman nema einhverjum hámarks fjöldajarða, 3 jarðir eða 4, og þar er búsetu skilyrði. En viðurkennir að málið sé ekki einfalt, jákvæmt sé að bændur fái gott verð fyrir jarðir. Fyrir 20 árum síðan þá fóru bændur slippur og snauðir af jörðum sínum, þá vorum við í skurðinum hinum megin. Fjárfestingar þéttbýlisbúa í jörðum eru ekki nógar við sveitirnar, heldur skapa ný tækifæri að mati landbúnaðarráðherra sem telur ekki ástæðu til að stemma stigu við miklum jarðakaupum efnafólks. Kristján Már Unnarsson og Hafþór Gunnarsson eru með þessa frétt. Í flestum héruðum þekkja menn nýleg dæmi jarðakaup auðmanna. Í Vopnafirði hefur íslenskur fjárfestir búsettur erlendis á fáum árum eignast 15 jarðir, fjórðung allra jarða í sveitinni. Helsti kúabóndinn þar Björn Halldórsson óttast áhrifin á matvælaframleiðslu og hvetur til þess að spint verði við fæti. Því ég er ekki að neita að maður finnur auðvitað svona ákveðnar áhyggjur meðal bænda vegna þessa máls, en hitt vita menn líka að það getur líka verið mjög alvarlegt og neikvætt fyrir landbúnaðinn og fyrir sveitirnar ef við bregðumst þannig við að við rýrum verðgildi jarðana. Við vitum að eignir í landinu, bæði húseignir, fasteignir, eignir í fyrirtækjum og svo framvegis hafa verið að hækka í verði og því skildi ekki því sama eiga við jarðnæðið í landinu. Ráðherrann telur þó í ljósi örra eignabreytinga að undanförnu rétt að fara yfir þessi mál og kortleggja en vill ekki grípa inn í á þessu stigi. Ég heyri það á bændum almennt talað að þeir fagna því út af fyrir sig þegar að þéttbýlisbúar sína því áhuga að setja stað í sveitunum. Það er til styrktar fyrir sveitirnar í langflestum tilvikum. Þetta eru góðir grannar fyrir íslenskan landbúnað og bændur og ég held að við eigum ekki að líta á þetta sem ógn. Þetta eru bara ný tækifæri. Jarðareigendum sem eiga 4 jarðir eða fleiri hefur fjölgað þriðjung á síðustu 7 árum samkvæmt nýrri rannsókn. Jarðareigendum sem eiga 4 jarðir eða fleiri hefur fjölgað þriðjung á síðustu 7 árum. Ekkert bendir hins vegar til þess að stórfelldi jarðasöfnun eigi sér stað á meðal efnamanna samkvæmt nýrri rannsókn bændasamtakana. Lóa Pindaldísadóttir. Bændasamtökin kynntu í dag skýrslu eignarhald á jörðum en hún var unnin ekki síst til að kanna hvað hæft væri í þeim 8 manna að auðmenn væri að sankað sér jörðum. Þetta er ekkert að segja að þetta sé afdráttarlaus skilaboðum að það sé eitthvað stórfelld jarðasöfnun í gangi. Hins vegar segja þessar tölur ekki allt. Ef að einstaklingar eða hópur einstaklingar að kaupa jarðir í formi einkahlutafélaga
og stofnar eitt slíkt hverja jörð, þá ómögulegt að ná höndum á það í rannsókn af þessu tagi. Í þessari umræðum jarðasöfnun, segir Erna, kom það líka kannski óvart að eigendum að jörðum almennt að fjölga. Og það auðvitað hin hliðin á þessu að það eru fleiri og fleiri sem sækjast eftir að eiga athvarf í sveit. Sum sé, þvert á viðtekna skoðun þá hafa jarðir landsins ekki safnast á færri, heldur fleiri hendur. Það skal tekið fram að ríkið sem stærsti einstaki jarðeigandi landsins ekki inn í þessum tölum. Rösklega 800 fleiri einstaklingar áttu í fyrra lögbýli en árið 2000. Það ár áttu 248 fyrirtæki lögbýli en yfir tvöfalt fleiri í fyrra. Samtals hefur eigendum bíla fjölgað tæplega 1100 á þessum 7 árum. Hins vegar hefur fjölgað nokkuð þeim sem eiga fleiri en eitt bíli, þó að langflestir eða 85% eigi aðeins í einu lögbýli. Aldamóta árið áttu 7768 eitt lögbýli en þeim hafði fjölgað 11% árið 2006. Mun færri eiga í 2 bílum eða rösklega 1000 fyrir 7 árum en þeim hafði fjölgað 16% í fyrra. Fjölgunin öllu meiri í hópi þeirra sem eiga í 3 jörðum eða 24%. Mesta fjölgunin meðal þeirra sem eiga í 4 bílum eða fleirum. Á 7 árum hefur þeim fjölgað 33%. Þessi hópur hins vegar í miklu minnihluta og vel innan við prósent allra jarðeiganda. 159 einstaklingar eiga 4 jarðir eða fleiri samkvæmt nýrri samantekt bændasamtakana. Lóa Pind Aldísadóttir. Bændasamtökin kynntu í vikunni skýrslu sem tekin var saman einkum og sér í lagi til að kanna hvað hæft væri í þeim ótta að auðmenn væri að sanka sér jörðum. Engar áþreifanlegar vísbendingar eru það. Engu að síður eiga stóreigendur vaxandi hlutfall af jörðum landsins. Áttu aldamóta árið rétt rösk 6% jarða en eiga nú tæp 8% jarða á Íslandi. Stóreigandi sá talinn sem á 4 eða fleiri jarðir. Að meðaltali eiga þessir aðilar sem eru bæði fyrirtæki, einstaklingar og sveitafélög 6,5 jörð. Einstaklingum og fyrirtækjum í þessum hópi hefur fjölgað verulega. Árið 2000 töldu 6 fyrirtæki stóreigendur en þau voru orðin 90 í fyrra. Stóreigendum meðal einstaklinga fjölgað á sama tíma 1/3 úr rösklega 100 í 159.